Þá komið að svona leikhúsumfjöllun okkar sem náttúrulega yfirleitt eitthvað miklu meira heldur umfjöllun tilteknar sýningar og það á við núna því að í Tjarnarbíói eru komnir gestir frá Vestfjörðum. Elvar Logi Hannesson leikari kemur þar með að sýna uppfærslu á Harisman sem þú með bókina þarna fyrir fram að þig eftir Tapio Kovukari sem að vakti athygli og margir hafa lesið og þetta Spánverja vín. Já, þetta Baska-morðin. Já, Baska-morðin. Sunneva Elvarsdóttir, dóttir þín hérna. Já. Hún bjó til búninga. Já. Ekki konaðin sem var leikstýrir það? Jú, þetta svona fjölskyldu. Þetta heimilisinaður. Já. Þannig að þú ert alin upp í leikhúsi föðurins sem það sem að hann fer, þar leikhúsið. Já. Það ekki tiltekið staður. En að því þetta fjallar hérna svona atburði í Íslandssögunni sem eru bæði áhugaverðir í sjálfu sér en það líka áhugaverð svona hvernig hugmyndir okkar hvað gerðist hefur þróast í gennum tíðina þá ég fengi hingað Ólínu Kjerúl Þorvarðardóttur sem þjóðfræðingur. Þjóðfræðingur, eftir það, já. Og Héðinn Birnir Ásbjörnsson sem hótelhaldari en formaður Baska-seturs. Já, þarna vestur frá eins og Norðurströndum, það sem að raunir þessara umtöluðu Baska hófust þegar að skipið þeirra fórust í október 1615. Bara eiginlega beint fyrir utan eldhúsgluggan minn sem ég alveg upp og þar að leiðandi hefur þetta mál verið mér hugleiki síðan ég var táningur sko. En byrjum á einleiknum. Elvar. Af hverju valdur þetta? Sko, það var nú þannig þegar ég las þessa bók, hún kom út Sigurður Karlsson leikari þýddana, því það bjó samtið þetta á finnsku og ég las hana, ég held hún hafi komið út 2012, það ekki rétt á íslensku og heitlaðist alveg af henni og var reyndar mjög sjokkeraður því að ég kannaðist nú ekki svo mikið við þetta úr þeim sögubóku sem ég hef lesið, þessa atburði og var svona, ég bara að þetta væri virkilega að þetta hafi gjörst og ég þekkti Tapio aðeins því hann var smíðakennari á Ísafirði og náði sér þar í konu sem frá Ísafirði, Huldu Leifs dóttur og þannig ég sendi honum bara tölvupóst 2012 þegar ég var búin að lesa bókina og jafna mig eigum við ekki að gera leikrit og Tapio svaraði það finnst mér líka eins og hans háttur og hló með og þetta hefur tekið þennan tíma við frumsýndum 2024 í fyrra á söguslóðum í Djúpuvík þar sem verið að setja upp Baska-setur og svo fórum við bara í leikhúsið okkar í Haukadal í Dýrafirði og sýndum þetta þar vikulega allt síðasta sumar. Fyrir gestu gangandi. Já. Og það sem sögulegt við þessa atburði og ég skil ég að Elvar hafi þurft að jafna sig eftir lesturinn. Það sem sögulegt við þessa atburði það. Þetta eina skjalfesta þekkta fjöldamorðið sem átt hefur sér stað á Íslandi og þetta fjöldamorð sem framið að tilstuðlan valdsmanns sem var sýslumaður Ari Magnússon sýslumaður í Ögri á þeim tíma að hann sem sagt safnar 50 manna liði til þess að uppræta þennan hóp baskneskra skipbrotsmanna sem að höfðu brotið skip sín í Reykjafirðarströndum, hvalveiðimenn og það voru 83 menn sem að lifðu af þennan skipskaða í Reykjafirði. 3 drukknuðu, 83 komast af og þetta bjargalausir eða bjargalitlir menn, skipreika sem komnir, þeir fá villumeldingu að það sé skúta í Leirufirði, í Dynjanda í Leirufirði sem þeir geti notað, haffær skúta, hún reyndist það nú ekki þegar tilkom. Þannig að þeir skipta sér upp í 2 hópa og fara af stað bara í leit að björgum og samskiptum við landsmenn til þess að lifa af þennan vetur sem framundan var.
Og Ari Ögri hafði náttúrulega áður sko átt mikil samskipti við baskana og hann hafði meiri sér talið að hann hafi selt þeim veiðileyfi Við haldið fram í leikritinu. Já, sem að í raun og veru sko hann mátti alls ekki gera. Þannig að þegar kongur lætur lesa konungsbréf á Alþingi þarna sumarið áður og árétta verslunarbannið við útlendinga, þá Ari kominn beinlínis í vondmál og hann þarf eiginlega að uppræta þennan flokk manna. Til þess að koma ekki fram að hann hefði átt viðskipti. Já, til þess að náttúrulega bjarga heiðri sínum og sýslumannstöðu. Nákvæmlega. Þannig að þetta eru gríðarlega sögulegir atburður, svo náttúrulega atgangurinn sem á sér stað þegar aðförin þeir eru drepnir þarna alveg fjöldi manns bæði í Æðey og Sandeyri í Ísafjarðardjúpi og líka í Dýrafirði, þar var gerð aðför að þeim líka. Fjallaskaga. Og hvernig, sko, það bara svo áhugavert að velta fyrir sér, sko, hvernig hægt að fá 50 bændur til að vinna annað eins ódæðisverk? Kannski ef að skipstjórnsmennirnir eru að drepa rollur setja matur. Já, það eru nú alveg áhöld það hvort að það hafi verið svo fjandsamleg samskipti við landsmenn almennt. En hitt víst að þeir reyndar, þegar þeim var neitað vistir eins og í verslunarbúðum, þá brutust þeir inn og tóku það sem þeir þurftu. Þeir höfðu náttúrulega ákveðin neyðarrétti þess, en svo voru ýmsir sem áttu bara við góð samskipti. Og þetta nú svona, hvernig á að bregðast við þegar maður í nauðum kemur og leitar bjarga, hver hefur réttinn til að segja nei, og ef samskiptin gangi ekki upp, hver þá neyðarréttur? Þetta rýma við nútímann, hvað eigum við að bjarga fólki sem í vanda, eigum við ekki bara hugsa fyrst okkur sjálf og bjarga kannski þeim þegar við erum alveg öruggum að hafa nóg. Það sömuleyti talar þetta inn í samtíma. Já, það taldi Ari Ögri að mesta kosti árið 1615 en eru það sjónarmið sem við viljum við hafa í dag, það svo önnur saga. Heiði, þú ert strandamaður, ekki? Jú. Þetta eru þínir menn sem að drápu baskana. Já, það nú eftir hvernig þú horfir á það. Ég ætla að spyrja það, hvernig var í héraði? Er þetta lifandi saga? Fyrir mér var það náttúrulega, ég náttúrulega smitast af bakteríunni þegar Bjarni Einarsson fornleifafræðingur kemur í eina af sínum mörgum ferðum til þess að leita skipana eða flakana. Og ég náttúrulega svona slóst í för með þeim og var rauninni undantekningarlaust hluti bara af þeirra gengi svona þegar þeir komu, það náttúrulega var langt á milli og illa fjármagnað en svona ævintýri svona í lok vinnu ársins hjá þessum mjög svo góða fornleifafræðingi. En síðan þá hefur þessi saga verið mér ansi hugleikin. Ég man eftir því að ég vann til dæmis verkefni í Finnbogastaðaskóla þetta. Bara því að ég mátti velja mér það og gerði það á sínum tíma. En það var ekkit endilega allra manna orðið neitt, sko, þessi tiltekna tragedía, sko. En þú talar samskiptin, sko, það eiginlega ekkert sem bendir til þess að þessi samskipti baska og Íslendinga hafi verið neitt annað en jákvæð. Og það má rekja því meiri sér gegnum þessi orðasöfn sem eru til hérna niður í Árnastofnun. Já, þá tala bara almennt og yfir Já, ég meina þeir baskar voru meðvitaðir þeir að þeir kæmu ekki vel fram við Íslendinga, þá getur þeir ekki gengið af sínum landstöðum óspiltum að ári liðnu. Þannig að þú veist, öll samskipti við Íslendinga var jákvæð og það voru þeirra hagsmunir að halda þeim góðum og tryggja góða verslun og góð samskipti. Þannig að þessi tragedí að þeir voru drepnir hérna eins og hundar náttúrulega algjörlega takti við allt, sko. Það eins og djöfullinn sjálfur hafi stjórnað þarna för vegna þess að svo segja annálar að nóttina sem daginn eða nóttina sem að þeir gera aðförina þarna í Æðey og Sandeyri, þá hafi gengið yfir Ísafjarðardjúp það mesta þrumu veður í manna minnum. Þannig að það eins og sko loftið hafi sjálft verið rafmagnað og atgangurinn síðan hvernig farið þeim í líkin og hvernig Magnús Prúði, sonur Ara í Ögri, 16 ára gamalli látin ganga á milli með byssuna og ganga svo frá þeim endanlega að lokum, að verki loknu. Þetta eins og bara hrikaleg legasaga, sko. En þetta gerðist. En það sem... Þannig gerist það bara out of the blue, eins og maður segi. Það gerist náttúrulega ekki... Það byggir náttúrulega á þessum fyrri samskiptum Ara í Ögri við þessa menn og hans persónulegu hagsmuni af því að þeir séu ekki til frásagnar
það. Gagvart kóngi þá þarf hann að verja æru sín og heiður, stöðu. En þá kemur náttúrulega vandræða breytan inn í dæmi og það Jón Guðmundsson lærði sem ég segja sé fyrsti blaðamaður á Íslandi, fyrsti rannsóknarblaðamaðurinn á Íslandi og uppljóstrarinn vegna þess að hann skrifar sanna frásögu af spænskra manna skipbrotum og slægi. Hann skrifar söguna út frá sínum sjónarhóli. Þá höfðu embættismenn í héraði og á Vestfjörðum sameinast sögu Ara í Ögri, hans útgáfu að þetta hefðu verið óbótamenn sem væru réttræpir, sem að væru að brjóta á landsmönnum. En í augum Jóns lærða var þetta allt önnur saga. Þetta var bara morð á skipreika bjargalausum mönnum sem var meinað bjargir. Og þá náttúrulega lendir Jón lærði í því að vera ofsóttur af hérashöfðingjum og verða eiginlega útlægur í sínu eigin landi. Og þetta kostaði hann eiginlega lífið, þó hann lifði langa ævi vegna þess að þetta kostaði hans stöðu í samfélaginu. Og þú leikur hann? Já, vildarlega vel. Já, það er hérna... Þar kemur Elvar til sögunar. Það náttúrulega alltaf svona spurning í svona einleikjum hvernig á að segja söguna, það sem bara einn leikari til staðar. En við ákveðum það við Tabjó, við unnum nú svona leikirina sama þó hann einu svona aðal heiðurinn aðvinni og hann setur niður allan texta að það væru þeir tveir sem að mætast og segja söguna sem Jón lærði og svo Ari og áhörundur eiginlega settir í það hlutverk að vera svona kviðdómendur Þannig að það var svona sú aðferð sem við ákveðum að nota að vera að það gerir þetta á marga aðra vegu en þetta var það sem við duttum niður á og svo var þetta nú þannig, hann náttúrulega býr í Finnlandi þannig að hann var að skrifa og senda okkur einu blaðsíðu og við prófum þær svona jafnóðum og hvernig það myndi leikast og þannig heldum við áfram þannig að við enduðum með fullbúið handrit á endanum. Og sjónarhornið náttúrulega mest frá Jóni? Já. Segja að Ari sé aukapersóna? Já, það er nú það. Hann svona kemur og skiptir sér af svona af og til og tekur svona sín æðisköst og sérstaklega þegar að skipbrotið verður eins og Ólína nefnir að þá var þetta að við nefnum það strax í byrjun verksins að hann hafi selt þeim veiðileyfi fyrir 500 silfurpenninga til að leyfi til að veiða hvali sé og taka rekavið sem það vantaði náttúrulega líka því þeir voru ekki að fiska eftir kjötunu heldur ljósinu. Og þá þetta glæpasaga, þá þetta yfirhalning að verða að breiða yfir glæp algjörlega. Og þá eins og við þekkjum á sögunni þá þetta oft stærri glæpir sem frambir til þess að hilma yfir. Já, algjörlega einhvern veginn þetta er mjög svona sérstætt eins og hér var að ég myndi að nefna að þá var til svona sérstætt tungumál mjög fljótlega og það var til svona þessi skiptimarkaður eins og var mjög mikið eins og í Haukadal, það sem leikhúsið okkar þar voru franskir sjómenn sem komu í 200 ár og þá var til sérstök Haukadals franska og þá var sagt til dæmis Franci Biscuit fyrir Votaling og svo var gjarnan rétt upp svona kannski 3 fingur og þá þýtti hvað þú fær ekki margar kekskökur fyrir Votalingin eða vettlingin og þetta var sama með baskana að það var til bara sérstætt tungumál og þau gáttu tala saman Það vekur líka athygli í þessum ritum að það ekki bara viðskipta tungumál heldur líka flimtingar og djókar og þú veist menn að segja hvorum öðrum til syndana í setningum þar að segja þú veist, í svona djóki það er svona að mjög áhugavert að horfa á það að menn hafa ekkit verið eitthvað alltaf voðalega alvarlegir heldur voru menn að einmitt að segja mönnum að halda kjafti og eitthvað svona og þetta sé of dýrt og þetta sé svona og eitthvað á þessu hrógnamáli sem var búið til þetta allt, þessi stór hluti af þessum ritum bara þetta ekki orðabækur, orðasöfn en svo var það nefnilega það var til basknest orðasafn sem það var Jón lærði sem tók það saman þannig að þetta var þetta voru raunveruleg menningalega áhrif Við erum með glæpasögu
Elvar, þú ert að leika þessa meðal annars Ara. Það þannig að hann til þess að komist ekki upp að einhverjir skipsbrotsmenn fara að segja að þeir hafi keypt af hann veiðileyfi, að það réttlæti það að hann telur eðlilegt að drepa nokkra tugi manna? Já, svo verðist vera, hann skundar beint í Súðavíkur sem hann kallar til þings og það leggur hann þetta bara fyrir þingheim og segir að þeir séu bara óalandi og óferjandi og það sé alveg ljóst hvað muni gerast. Það eru allar enskar og danskar duggur farnar sem voru þarna líka að fiska og einmitt þessi skúta þarna sem var ekki neitt sem að þeir bentu þeim á að þeir ættu að fara eftir þarna í Leirufirði og þannig að hann notar það svona líka sem stuðning í þessu máli að haustið langt komið og nú kemur veturinn og þá munu þessi bara hvalveiðimenn, þeir munu bara verða reifurum og þeir munu bara ganga hús úr húsi og reka fólki mitt og hann gerir þetta svolítið sem hann svona þannig svona fílum við fyrirbyggjandi aðgerðir. Já, svolítið og fær svona einhvern veginn þannig og bendi nú á þarna í mitt með afa sinn sem að hollendingar rændu og það hafi mitt verið þessi reyfarar og þetta alveg sama með baskana eru alveg eins og þessi hollendingar og hann gerir það út á svona útlendingan já, hann gerir það algjörlega skipulög glæpast það sem er framöndan bara klassísk þetta er klassík að þú teiknar upp mynd, þú býrð til óvinn teiknar upp mynd af honum og telur fólki trúum að því stafi ógn. Það er einhver aðsteðjandi ógn í formi útlendingsins, aðkomumannsins, þetta er utanakomandi ógn. Og þetta sjáum við náttúrulega bara aftur og aftur. Þetta sáum við svo bara nokkrum áratugum seinna í galdraofsóknunum sem gengu yfir Ísland og Evrópu og svo höfum við séð þetta bara aftur og aftur við í McCarthyismanum í Bandaríkjónum og í gyðingaofsóknunum, í ýmsu sem áttu við sér stað síðustu áratugi og í ýmsu sem að Bandaríkjaforseti nýkjörinn er núna að láta sér munn fara útlendinga og aðstæðjandi ógnir. Þeir éta gæludýr, segir hann. Þeir éta gæludýrin ykkar, passið ykkur. Þetta er hættulegt fólk. Þetta er alltaf, þetta er bara lögmálið sem er að verki. En Ari veit betur, en hann ætlar að þakka niður í þessum röddum til þess að verja heiður sinn og æru og ég menna menn hafa drepið fyrir minna það. Það er mjög grimt dýr sem er að verjast að vera afhjúpaður. En hvernig fekk hann 50 bændur með sér? Það er næsta spurning, Já, eru þeir bara vitlausir í þrumuverinu? Var þeim heitið verðlaunum? Hann hótaði að reka af löndum sín. Já, hann gerði eitthvað, hann beitti þeim þá þetta voru allt leigulegar stóru hluta og ríkið átti að jarðirnar að einhverju leiti og það náttúrulega það var skelfilegast af öllu það að vera reknir af jörðum sem þeir höfðu ræktað í kannski áratugi af því að það var raunveruleg ógn og þeir gerðu það þegar sem að þeir lentu upp á kant við. Svo eru ykkur áhöld það hvort hann hafi ekki jafnvel heitið þeim verklaunum sem hann stóð svo ekki við ekki öllum tilvikum allavega. Þeir voru hótað ef þú hlýðir ekki yfirvaldinu þá getur þú haft bara verra af og það við þekkjum það nú úr Mækisóni að það er þetta búa til svoleiðis umhverfi ef að þetta er lögmætt að þá fremja menn ódæði innan blessunar. En þetta er náttúrulega úr lausu lofti gripið vegna þess að þetta voru náttúrulega veiðimenn, þetta voru mjög færi sjófærendur og baskarnir og þeir hefðu í sjálfum sér geta haft ofan í sig bara á fiskveiðum að stórum hluta yfir veturinn ef þeir hefðu haft tækifæri til. Það er að segja að því að þeir björguðust á léttabátunum, tjalúbabátunum, skuttlabátunum sem þeir eru eftir skepnum og þeir eru á því fyrir horn og yfir Jökulfirði. En óttin við að fólk komi og éta okkur út af gattinum, það er bara út allt í Íslandssögunni. Já. Og þú talaður áðan að ég er strandamaður og allt í lagi. Það fóru samt alveg eins og hvað maður að segja, það fóru alveg strax að stað hvernig ég var að redda þessu svona orrómur í sveitinni og suður strandir,
en síðan tóku þeir bara ákvörðum að róa í burtu sko. Meinarðu hvort við getum deilt þeim á milli Já, bæja? það var raunverulega skipta þeim upp sko, og taka þá að sér og að því að menn verða líka að setja sig í spor Íslendinga að fyrir 400 og eitthvað árum síðan og það var bara til þessi matur menn voru ekkert að sækja neitt mikið annað út af nýmeti eftir að sko vetrarhörkurnar hófust sko. En þeir hefðu náttúrulega fengið vinnukraft á móti sko, unga spræka menn en sko en Ari í Ögri virðist hafa lagst gegn því að þeim yrði skipt á bæina sko, sem kom til greina og svo bætist við það náttúrulega Spánverji að hérna baskarnir sjálfur þeir eru þegar farnir að gera sig sjálfberga, þeir eru að verka hval á Sandeyri þegar ráðist er að þeim þannig að sko, og hefðu jafnvel verið aflögufærir, jafnvel sko, fyrir sveitungarna. Hver áttu hvalinn? Það sjóra ekki hvalur? Þeir voru hvalveiði, menn höfðu leyfi til að sko veiða, höfðu verið... Það var ekki reki? Nei, þeir höfðu veitt hennan hval. Ég er svona, því að ég heyri að það er ekki stemming fyrir Ara hérna við borðið. Ég teka fram að Ari er forfæðir minn, sko, ég er hérna komin í beinanlegg frá honum, þannig að mér er hann nú skildur, en það er nú líka kannski þessna sem þetta skapraunar mér. Ég ætla aðeins að því að hérna með að geta okkur út á gattinn, að það er bíómynd í Bíóparadís sem er írsk mynd, en það er íslensku leikstjóri sem að gerist þarna fyrir vestan. Heitir The Damned sem að fjallar einmitt erlenda sjómenn, seglskip sem fest og það er ákvörðun sett í einhverju svona eiginlega svona verstöð fyrir eitthvað heldur en að þetta er ekki bær að þau ákveða að bjarga þeim ekki og berja þau niður þegar þau reyna að sækja. Það þarf ekkert að leita neitt mikið bara lengra heldur en bara á 4. og 3. áratug síðustu aldar. Bara það byrj sem pabbi er að fæðast. Og þá þurftu menn alveg að skipuleggja komandi vetur sko. Þannig að þú veist á þessum tíma þarna fyrir 400 árum síðan eða eitthvað þetta var alveg stórt mál að sjá fyrir 83 mönnum og þetta var alveg sko, þetta hefði verið svona samfélagslegt mál sem allt samfélag í Ísland hefði þurft að takast á við. Þetta hefði ekki bara rauninni komið Vestfirðingum við, heldur hefði mögulega þurft að dreifa þeim alveg suður í Snæfellsnes eða jafnvel lengra í Borgarfjörðin. Sko. Þetta rýma líka við sko, umræðu dagsins að innflytjendur hér og flóttafólk sé að éta okkur út af gattinn, að við séum þessi að taka örorku lífeyrin af örorkjunum okkar og eitthvað fleira. Og yfirfylla sjúkrahúsin og yfirfylla öll þjónusturými og ástæðan heilbrigðisvandinn sé orðin því að kenna það sé orðin svo mikið á útlendingum í landinu og svo framvegis og svo framvegis. En ekki hinu að við höfum trassað að byggja upp innviði. Sko. Þannig að Ari hefur kannski ekki þurft að búið þetta til, hann er að spila inn á ótta sem að er landlægur. Og magnar upp þann ótta sko. Já, og er svo sem ekki sér íslenskur sko. Menn lendu nú í kröpum dansi, það er nú alveg hérna, vitað sem sagt hérna, viðveru baska í Noregi en það er engar heimildir til það. Menn lendu bara kant við og þar þeir þóttu kræfir og sérstaklega til kvenna en það er engar heimildir til, það var bara kerfisbundið haldið niðri en það sem að ég hef tekið út ég er náttúrulega ekki beint fræðimaður en ég er að vera hansi fróður í þessum málum en það sem að mér finnst eiginlega er merkilegast í allir þessar sögu og þetta byrjaði verkefnið mitt eða okkar á því að horfa á vígin sem slík eingöngu en síðan breyttist það í meðförum mínum að skrifa allar þessu umsóknir úr styrki en sko það fór yfir í það að maður horfði á sko fyrir 400 árum síðan hvaða siglingatæki voru til þá og baskar í Evrópu voru framúrskarandi skipasmiðir framúrskarandi sjófarendur til dæmis hefði Kristófer Kólumbus ekkit fundið Ameríku nema með baskneskri áhöfn og baskneskum skipum The Spanish Armada sem réðist á Bretland og Írland back in the day var skipað nánast böskum eingöngu og baskneskum skipum sem voru ekkit endilega búin til hernaðar. Þar að leiðandi voru þeir alveg mörka úr þeim lífið. Þannig að það sem að mér finnst rauninni merkilegast í þessu öllu saman þegar maður horfir á og auðvitað er tragedían eitt en það að leggja stað í ferðalag frá norður Spáni
ég að fara ástu mín út á sjó, ég sé þið eftir 3 ár af því að þá eru við búin að fylla skipið og þá koma tilbaka og hafa ekkert í höndunum hana sigstand og þekking og kunnáttu sem að menn höfðu aflað sér mann frá manni og fara á einhverja ekki eyju en bara upp í Norður-Atlantshafið og þar ertu bara upp á því komin og þetta finnst mér stórmerkilegt, þetta bara eins og yfirgefa jörðin og fara til tungsins. Á þeim tíma það. Og þetta finnst mér rauninni, og það rauninni orðið svona stefið í sýningun okkar í Baskasetrinu, það er þessi mannlegu samskipti, en ekki síst að horfa á sérkunnáttu Baska og sko menningu þeirra, að því að hún er ekkert skild spænsku menningunni. Ef þú hlustar allir baskneska tónlist, þá er hún miklu líkari bara ljótu hálfvitunum okkar, skilur við sem að spila svona fólk, skoti, djók, það er aðalega sungið einmitt sjóferðir, konur og vín en ekkert uppstrílað gítarspil eins og á Spáni, sko. Þannig að þeir reyna að halda sinni menningu eins hreinn og hægt en þeir eru náttúrulega að kaffarast, sko. Þeir eru bara til 2 milljónir með frönsku mælandi böskunum, sko. Ég veit ekki hvort að þegar maður kemur til Baskalands og þá áttar maður svo einu að það er ekkert svo mikið að innflytjendur þar. Og það, ég veit ekki hvort að það er einleið til þess að átta sig á því að það er engin búð opin, sko, á kvöldin. Það er ekkert svona corner shop eins og Reykjavíkur fulla sem að yfirleitt er alltaf rekin af innflytjendum. En það er samt maður verður varfið það í Baskalandi hvað eru fáir innflytjendur. En í til dæmis San Sebastian sem sagt, eru svona corner shops það sem að þú getur keypt þetta sér basneska pinchó sem er svona brauð og basneska rétti og ég bara mæli fyrir því alla Íslendinga að fara þangað vegna þess að þetta er þvílík snild af mat og matargerð sem að þeir byggja á náttúrulega bara, og þá eru að tala ansjósur sko kjöt alls konar, þetta er eitthvað sem maður leggur sér ekkert alla jafnandi munns en þarna kemur að þetta er bara alveg svakalega gott og er alveg svona sér náttúrulega skilt. Basnesku matur er mjög góður, ég held að sé hlutastlega hvergi sko fleiri Michelin-staðir heldur en í Baskalandi við fólksfjölda og þessi uppstíg þessi rís spænskrar matagerðarlistar er að mörguleiti basnesk. Þetta er kunna sigla, kunna smíða skip, komu hingað og gátu veitt á Íslands ströndum sem að við gátum ekki. Já, höfðu mannskap og kunnáttu og skip sem að við höfðum ekki. Þannig að sko, við höfðum margt að græða á samskiptum bæði við Baskana og Frakkana og Englendingana. Þetta voru okkar samskipti við umheimin á þeim tíma, þarna fyrr á öldum. Og það vill oft gleymast sko í okkar út frá okkar sjónarhóli á 21. öld sko, að Íslendinga voru glettilega miklum samskiptum við umheiminn. Við vorum ekki eins einangruð og við teljum okkur hafa verið. Á 18. og 19. öld þá var sko Arnarfjörðurinn og Patreksfjörðurinn. Þessi firðir voru mastra skóar sem fylltu firðina. Þetta voru erlendar duggur, enskar, franskar og svo framvegis sko. Þannig að við vorum í samskiptum og Páll Björnsson í Selárdal til dæmis, prófastur í Selárdal, hann var í beinum samskiptum við breska vísindafélagið og sko í gegnum þessi tengsl meðal annars. Þannig að við áttum okkur ekki alltaf á því hvernig staðan var. Og þegar menn voru í þessum samskiptum þá komu gripir og verkþekking og annað. Við höfum að vísa ekki miklar heimildir það í hver ríkum mæli það var, en það komu samt, það urðu áhrif. Bæði tungumála áhrif og verkþekking og hlutir og gripir, sko. Það er gengt þessum stað sem að talið að skipin hafi farið niður í Reykjafjörðinn var verslunarstaðurinn Kúvíkur. Já, til dæmis. Sem að náttúrulega, eða vitað verslun þar síðan á 12. öld og mögulega einn af, ef ekki elsti verslunarstaður bara á Íslandi sem kom alltaf bara og alltaf settu bækistöð sko á sömurinn, svo á endanum var það bara verslunarstaður og það máli segja að tilgátan við það að þeir voru að leita inn í Reykjafjörðinn að þeir flækjast þarna undan ís og vondu veðri, hafísinn brýtur skipið niður á endanum en þeir þekktu fjörðinn
þessna fara þar hann inn Já. og þeir voru mjög líklega með bækistöð aðeins. Búnir að koma ár eftir ár og alltaf með bækistöð á sama stað og svo framvegis, sko. En hérna verkið, eins og heyrir Elvar, þá erum við að svona vísa til ýmislegt sem að tengist umræðu dagsins. Ertu að segja gamla sögu eða ertu að tala inn í okkar samtíma? Það er nefnilega góð spurning. Það er hérna mér finnst hún nefnilega eiga gífurlegt erindi og svona það sé að því er nú svona ekkert mjög brætt gæi, sko. Þá vissi ég það nú ekki áður en ég byrjaði en svo fór ég... Það er mjög brætt gæjar sem segja þetta. En svo var ég allt í einu farin að hérna og finnst það bara sjálfum og hef líka bara fundið á áhörundum að og kannski ekki síst svona kannski þeim sem hafa svona vestfirska taug að hérna að fólk svona þetta kemur svolítið við gaunin á okkur öllum og ég fer alltaf að háskæla bæði á sýningunni og þar svona svolítið svona átak árinlegst á gottan, sko. Má ég nota tækifæri að hlaupa hérna inn og segja hvað það er skemmtileg sýning? Hvað hún er vel gerð? Ég nefnilega fór að sjá hana í vetur og Elvar er einn á sviðinu allan tíman, búningarnir frábærir eða búningurinn á honum og við var nú gaman að heyra aðeins hvernig þú hugsaðir það. Það væri virkilega gaman að heyra það. En þarna líka þegar hann er að skipta yfir úr einum karakter í annan og svona senda okkur fram og tilbaka. Þetta er bara virkilega vel gert og þetta var virkilega góð kvöldstund. Hann setur upp ýmsa hatta eða hann setur upp einn hatt. Já, með hatt, setur upp hatt, sko. Og svo bara hvernig sögunni eru gerð skil í gegnum þetta eintal sem er alveg frábært. Svona áður en að hérna var þetta búningana, en þessi saga, finnst þér hún hérna á hún erindin í okkar tíma umfram það, þú veist að hérna við höfum öll gott að því að þekkja söguna. Talar þetta inn í samtíman? Já, ég held að það sé alveg og bara ennþá meira í dag, bara núna í janúar 2025 heldur en nokkuð tíman með það sem er í gangi beggja vegna okkar svo í Þýskalandi og Bandaríkjunum hérna ég held að það sé algjörlega og mér sýnist á öllu að hún er svolítið svona að stíga upp núna þessi saga og er að fá athygli frá fleiri stöðum bara allt í einu farin að sjá eitthvað hana Jón Kalman og fleira þannig en áður en að hérna, pappi sagði mig frá þessu ég hafði aldrei heyrt þetta og ég hef verið að segja fólki í kringum mig frá á mínum aldri, það kannast enginn við þetta. Þið hefðuð átt að lesa Árbók Ferðafélags Íslands 2017 sem heitir Við djúpið blátt sem undirrituð skrifaði. Þar er góður kafli þetta skal segja þér. Þetta vantar alltaf bara í kennslu. En þá bók þarf að kenna náttúrulega bara í grunnskólanum og Ísafirði. Já, sérstaklega á Vestfjörðum. Sína eigin sögur. Já. Finnst ykkur skrítið að það er eitt fjöldamorð á Íslandi og við bara sleppum að segja frá því. Finnst ykkur það skrítið? Það er náttúrulega, það er bara óásættanlegt í raun og veru. Ég vil bara ekki heyra þetta. Ég hef nú að taka upp aðeins svona hanskan, nú er ég búin að vera eftir við opnaðum í júní í fyrra að þá er ég ætla að fara daglega gegnum Vestmiðuna og segja sögu Vestmiðunar og það sem við erum að gera þarna og svo enda ég alltaf þarna og núna erum við ekki að þiggja neitt gjald sem sagt inn í þetta en ég held að svona 80% af fólki yfir 50 hefur heyrt baska vín. Þú veist, ég veit alveg að þetta er fjær yngra fólki, sko, en það er alveg rétt. Þú veist, ég segi það oft, sko, við þurfum að vita og þekkja sögu okkar, Íslendingar svona almennt, til þess að við getum lært af því sem var rangt gert og það sem var rétt gert í fortíðinni, til þess að rauninni átt okkur á hvert við erum að fara. Og þetta er bara meðal annars einn af þeim þáttum að ef við þekkjum ekki þessa sögu þá getum við ekki forðast að eitthvað svona endurtæki sig og það er einmitt það sem að þetta snýst að verkið sem að við erum búin að vera að fjalla hérna er tekundi með þér Ólína að þetta er sem sagt framúrskarandi vel gert hjá þeim fjölskyldunni og ég held að við verðum rauninni að hérna bara eiginlega fjölmenna öll þjóðin á þetta til þess að átt okkur alveg á þessari tilteknu sögu og rauninni mögulega hvað hérna við getum forðast í svona nær umhverfi okkar sko. Og líka bara til að læra einmitt að bera kennsl á
atburði í uppsiglingu eins og við sjáum kannski núna bara í heimsmálunum, það er eitt og annað í uppsiglingu sem að gæti talað við þessa atburði. Og líka það er náttúrulega sko að átta sig á sögunni og átta sig á því að sko okkar, það sem við sjáum í dag, nú hefur byggð hnignað mikið á Vestfjörðum undanfarna áratugi, hún er að vísa aðeins í sókn aftur núna út af vaxandi ferðaþjónustu, en þá hættir okkur til að halda þarna við Ísafjarðardjúp hafa alltaf verið bara eitthvað örreitist dreifbýli, sem það var náttúrulega ekki. Ísafjörður og Ísafjarðardjúp var í alþjóðlegum tengslum og samskiptum á þessum tíma. Ásgeirsverslun var stærsta verslun landsins, það var beint siglingasamband við Kaupmannahöfn. Þú veist, þetta tímarnir fyrir 21. öld voru að mörgu leyti allt öðruvísi og sko afstæðurnar einhvern veginn í samfélaginu voru bara allt öðruvísi heldur við áttum okkur á og það er svolítið hollt að gera sér grein fyrir því. Vestfirði voru matarkista sko. Vestfirði voru matarkista og þarna voru auðmenn og ríkir höfðingjar, héraðsríkir höfðingjar sem höfðu sko afgerandi áhrif bæði innansvæðis og utan. Ari Ögri var einn af þeim, en svo voru náttúrulega fleiri. Í móðuharðindunum þá var ekki fólksflótti til höfuðborgarsvæðinsins, heldur voru fólksflótti til Vestfjarða og til Austfjarða. Það er nú heldur betur snúist við. Það er svolítið snúist við, já. En það er bara öllum hollt og Íslendingum líka bara að gera sig grein fyrir þú veist. Hvernig voru byggða aðstæður í landinu áður en þessi litla sena myndaðist sem við horfum út frá í dag, sko. Erðu Sunneva, þú þarft að semja búning Já. í eitthvað tiltekinn tíma eða eitthvað sem að áhverju gætu haldið að væri gamalt eða hvað er þetta? Já, það er náttúrulega alltaf mikið samtal á milli allra sem að koma að verkinu. Já, bara við eldursporuð. Já, við eldursporuð. En þú byrjar kannski ekki heima lengur. Nei, ég er ekki lengur. En þú er alveg svipið þetta? Já. Og við byrjum svona að því að Jón lærði aðal svona karakterin sem við sjáum mest á sviði, að þá byrjuðum við á að skoða sem sagt þessa fræðamenn í Fraklandi og Norðurspáni, hvernig þeir klæddust á þessum tíma og vildum svona koma með það inn í búningin hans en gera hann á sama tíma svona alþýðilegri bara vegna tengsla, bara vegna Íslands, það voru ekki sömu efni eins og voru þarna úti, það var ekkert fínt. Þannig og síðan eins og maður gerir mjög oft með einleiki og þegar einhver er að leika marga karaktera þá eru auka leikmunir til þess að færa sig yfir í Ari Ögri eins og þá erum við með hattinn, við erum með byssuna og þá erum við mamma Marsibil Kristdóttir að vinna það saman og síðan það sem að mér finnst mjög mikilvægt í fatahönnun, nú er ég menntaði fatahönnur og er mikill umhverfisinni og en þetta er annar mest mengandi iðnar á jörðinni. Þannig að ég vil alltaf nota eitthvað endurunnið og þarna, núna fekk ég jakkaföt sem hefur verið notað í aðra sýningu sem var einmitt sýnd í Tjarnarbíó og voru það notið í svona backdrop og voru ónýtt vegna þess hvernig það voru notið þar og ég púslaði saman þarna þrennum jökkum sem höfðu verið ónýttir og þeir voru allir efnin í þessum jakkafötum voru þau sem hafa verið talin svona lower class jakkaföta efni. Þessi grái litur, það eru köflurnar en svona, já, giftum það saman í síðan formið og munstrið sem að var hjá þessum fræðimönnum þarna í Baskalandi og þar í kring. Þannig að það var svona, já, svolítið hvernig þetta flakkaði. Og síðan Svo verður sögur allstaðar það er líka spurt um einhvern jakka það er bara stór saga á baku Já. Ég hef mikið stúderað herrafatnað í mínu námi og svo núna í gegnum komedíuleikhúsi þá hef ég verið bara að vinna með svona perióduverk og við erum alltaf að vinna með einhverju sögu, maður er ekki með fullkomið skáldarleyfi, maður þarf að bera virðingu fyrir sögunni og persónunni. Þannig að það er líka og sögurskilningi áhorfenda. Við gerum einmitt líka samanburð á klæðaburði á reyndar svona efri stéttum, Baska og Íslendinga á einu skiltinni í sýningunni. Það er skemmtilegur búningur þeirra Baska, hann er mjög litaglaður og í þeirri stúdíu komst við að því að baskneski jólasveinninn er kona, ekkert klædd öðruvísi heldur en
konan á myndinni og það er verið að bera saman hana bara svart og hvít Íslands megin og svo rautt og grænt og hvít rauninni bara þjóðlitur þeirra. Þannig að baskarnir eru með svona einhverja jóladís. Ef ég skil þetta rétt sko. Það er mjög áhugavert sko. Herðu, Jón lærði, þetta hafði mikil áhrif á hann að segja frá þessu og sagtist af landibrott. En hvað með Ara? Honum farnaðist vel. Já, Ari hélt sinni stöðu enda fékk hann sitt fram svona að mestu og var auðvitað stuttur af sko helstu höfðingjum og málsmetandi mönnum í kringum hann, sko, efristéttin bara stutti hann. Ólafur á Söndum, það annars ágæta skáld, orti nú meðar annars sko til stuðnings Ara í Ögri, agalegt að lesa það, finnst mér, en það er önnur saga. En sko það var maður muni ekki eftir að það var einhvern krá nýri bæ sem að skilja eftir Ögri, já. En aftur á móti fór verð fyrir Jóni lærða, sko. Jón lærði var náttúrulega sennilega sérlundaður maður, hann hefur kannski verið á rófinu, myndum við kannski segja í dag. Mjög áhugasamur, mjög mikill náttúruskoðari, hann var listasmiður, hann var mjög haghentur, svo var hann fékk fljótlega á sig galdra orð vegna þess að hann var fjölkunnugur í ýmsum skilningi. Hann var mikill náttúruskoðari, hann skrifaði bækur Íslands aðskiljanlegu náttúrur og þá flett hann einu laginu af öðru, sko, af fyrirbærunum sem hann var að skoða. Hann teiknaði þau, lýsti þeim í útliti, lýsti eiginleikum þeirra og anda og sál. Þannig að hann var alltaf að skoða hvert fyrirbæri sko bara að innanverðu og utanverðu. Það var mjög merkilegt, það er áhugavert að sjá hvernig hann fjallar hluti. Hann þegar hann síðan býtur það í sig, hann verði að segja sannleikan þetta mál. Þá náttúrulega kallar hann yfir sig óvild Ara í Ögri og Ari, hann telur sér svo ógnað af honum að hann flýr sveit og yfirgefur konu og barn. Svo sameinuðust þau aftur síðar, hvernig var það? Ég man það nú ekki. Fóru hann á Snæfellsnes fyrst. En það náttúrulega sko, þá byrja rógurinn Ara, yfirvaldsrógurinn þennan óþjóðalýð sem hann sagður hafa verið. Þannig að hann fær á sig galdraorð, hann hrökklast á Snæfellsnes. Hann kallaður aftur á Snæfjallaströndina þar sem hann kveður niður draug því hann hafði á sér galdraorð og hann var talinn kraftaskáld og hann semur snjáfjallavísur hinnar fyrri og síðari sem eru svona særinga kveðskapur til að kveða niður þennan draug og sagan segir að það hafa honum tekist. En þetta var honum bara þetta átlunum alþýðuhylli en ekki yfirvaldshylli. Þannig að það leið náttúrulega ekkert á löngu en hann bara ákærður fyrir galdur. Og hann dæmdur á Alþingi fyrir galdur 1630. Brynjólfur biskup Sveinsson í Skálholti var honum hliðhollur og ráðagóður og það æxlast þannig að Jón, sennilega fyrir milligöngu Brynjólfs biskups, fer til Danmerkur og fær mál sitt tekið upp aftur galdramálið, af því að samkvæmt íslenskum lögum á þessum tíma þá mátti ekki lífláta menn í héraði, það átti að fara fyrir æðsta dómstig og æðsta dómstig var náttúrulega Alþingi en líka yfirrétturinn í Kaupmannahöfn og galdramálin á Íslandi fóru aldrei fyrir yfirréttin í Kaupmannahöfn nema þetta eina. Það endaði með því fyrir tilstilli Óli Worm og fleiri góðra manna að yfirrétturinn í Kaupmannahöfn ákveður að beina því til Alþingis Íslendinga að taka mál Jóns lærða upp aftur sem var gert en því miður þá bara staðfesti Alþingi dóminn, sinn gamla dóm og Jón lærði var dæmdur útlægur af öllum kóngsins löndum og ríkjum og nú var illt í efni fyrir Jón lærða, hann fór eiginlega huldu höfði eftir þetta og menn bara skutu yfir hans skjólshúsi góðir menn, þar á meðal sýslumenn og einhverjir. Brynjólfur biskup var honum alltaf hliðhollur en hann endaði sem sagt sína lífdaga austur í útmannasveit eiginlega fyrir litun og smáður en þá í náðinni hjá Brynjólfur biskup og var að skrifa rúnafræði og ýmislegt sem frá honum kom og eiginlega það markverðasta sem við eigum þau fræði sem okkar gamli sko, menningararfur, má segja, frá Örófi alda, frá heiðnum tíma.
Þannig að honum farnaðist alls ekki vel. Þess vegna sagði ég hér áðan sko, þetta kostaði hann eiginlega lífið þó hann lifði langa ævi. En hans saga varð mjög raunaleg lífssaga og hérna hann átti aldrei uppreisn æru í raun og veru eftir þetta og má kallast heppinn að hafi ekki hreinlega verið brenndur á báli. Því þannig fór nú fyrir 25 öðrum sem að voru orðaðir við gátur. Flestir af Vestfjörðum. Flestir bara í Kistuvogin í Tregilsvík. Já. En er svona uppgjör á þessu máli? Er svona hérna í ferð sinni til Baskalands bað íslenski utanríkisráður að baska afsökunar, eitthvað svoleiðis? Já, það gerðist nú reyndar þegar þessara atburða var minnst, það var 2012, að sýslumaðurinn á hérna í Bolungavík, hann Jónas. Já. Það er minnisvarðið með þetta á Hólmavík. Já, hann aflétti dómi, dyradómi Ara í Ögri að Baskar væru réttræpir óbótamenn á Íslandi. Já, þannig að þeir gátu komið til. Þeir voru fram að þeim tíma rauninni réttræpir samkvæmt lögum. Samkvæmt þessum dómi. Það er ótrúlegt sko. Það er alveg. Þannig það hefur ekki verið svona eitthvað með ný sögun, eitthvað uppgjör við þetta mál. Nei, ekki nema það sem er kannski núna byrtast í þessum hérna bara þessari listsköpun sem við sjáum í bók Tapjós, í verkinu sem að þið eruð að sýna, í bók Jóns Kalmans, hvað er ég að segja? Jóns Kalmans Stefánssonar, fyrir ekki alveg bara frausa með reilin. Hans nýjustu bók hérna, Heimsins ystu brún, Himintungl yfir heimsins ystu brún. Og sko, þannig að það er svolítið verið, þetta mál er að vakna svolítið og er að koma svolítið fram í gegnum þessa hluti sem er gott. Og líka sko umræðan í heimalandinu, sko nú síðan að við byrjum með þetta Baska Brass hann í Djúbæk, þá hafa sko fjölmiðlar fjallað Baska setrið og verkefnið sem slíkt og við Ólafur erum búin að fara út og fjallum þetta og við erum komin bara vini og kunningja í sem sagt bara í þeim aðlum sem við höfum sótt í, þú veist, það er starfrækt svona skipasmíðastöð sem heitir Alba Óla í San Sebastian sem er að byggja og er núna að hleypa á stokkunum eftirlíkingu eða repliku af skipi sem fannst í Red Bay 1980 þegar ég er að fæðast. Áhugavert. Og þetta skip og samskipti okkar við þetta fólk eru það náið að þau eru búin að koma hérna tvisvar og vera með okkur hérna fyrir norðan og þeir bíða bara spenntir eftir að við finnum einhver vegsumerki eftir þessum skipum hér, þessi skip hér og vilja helst bara að vera þeir sem að vera helst bara borð þegar að þau uppgötast af því að þeim vantar raunni verkefni þegar að búa að hleypa San Juan af Stokkonum sem er raunni skipið sem að þeir fundu í Red Bay þá vantar þeim bara verkefni og planið er að sigla San Juan, þessu skipi sem er smíðað í Baskalandi. Þá verður við nú að tjóðra aðra svo að þetta fari ekki illa. Já. Þegar við koma enga. Mögulega sko. Herðu, en þið eru hérna vanalega fyrir vestan en núna eru þið í bænum út af hverju? Já, það er nú bara fyrir Ari Asmann. Við erum bara komið hér, höldum til hérna og sínum og byrjuðum í síðustu viku og svo eru 2 sýningar í þessari viku og svo förum við bara aftur heim og förum að æfa næsta leikrit. Og verkið heitir Ari Asmann. Það heitir bara Ari Asmann. Og er í Tjarnarbíói. Já, það er í Tjarnarbíói. Miður á tix.is. Já, miðvikudag á 50 dag. Mér skilst það sé að vera eiginlega uppselt á miðvikudaginn. Já, það er frábært. Og langt komið á 50 daginn. Svo hafið haft svona, á frumsýningunni þá kom hérna Ólafur sem þú nefndir, Ólafur Engilberts. Já. Sem að tengist Baskasetrinu. Hann stofnaði mitt Baska Vina félag Íslands. Já. Ég er í því. Ég er einmitt í stjórn þar sko. Og þú veist, þetta er svolítið skrítið ferðalag. Það var spjall á eftir sýninguna? Já. Verður með eitthvað meira svoleiðis? Já, það verður, Viðar Hreinsson verður á næstu sýningu og hann ritað Jón Lærða, bók. Og svo var ég nú svona að nefna við Ólínu hvort að hún geti komið á 50-dagskvöldið. En sko ég verða að fá að segja að Kómedíuleikhúsið sem að stendur fyrir þessu, hann Elva Logi og hans fjölskylda, þau hafa unnið alveg ómetanlegt starf í gegnum áratugi
fyrir Vestfirðinga og ekki síst norður hluta Vestfjarða með sínum uppfærslum og einleikjum sem að þau hafa staðið að og staðið fyrir. Og ég sá það einhvers staðar á Facebook daginn að komedíuleikhúsið hefði ekki fengið, hvað voru það sækjum? Það var sviðslista lottóið árlega, sviðslista sjóður. Leikhús atvinnuleikhús sem frumsprottið heima í héraði, búið að starfa í áratugi, skul ekki hafa unnið sér þann þegnrétt ennþá að vera talið hvað maður að kalla, jafngildi þeirra sem að taka við þessum styrkjum. Ég verð bara að fá að nefna þetta, mér finnst þetta bara ekki hægt. Þetta á bara að vera fjárlögum. Þetta í raun og veru það að heiðra fólk sem að stendur að svona menningarstarfsemi þrotlaust tekur á sig þessa vinnu við lítinn stuðning en mikinn fögnuð þó, heimamanna, en bara ekki þar sem peningarnir liggja og það mjög ég bara mátti til fyrir gefið því. Takk bara fyrir, ég vonir við að nafni minn bjóði mér í kaffi fljótlega og standi undir nafni. Þá áttu við nafnan Loga, menningarráða. Já. Herðu, það var gaman að tala þessa sýningu og svo bara allt sem henni tengist. Við gerum þetta svolítið við rauðaborðið að reyna að ná svona umræðum efni og erindi verkana. Takk fyrir komuna, Ólína, Sunneva, Elvar og Iðun. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Já, þetta lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllu gestur sem hafa hingað komið og ykkur þökkum við mest sem hafa hlustað og hort. Minni á eins og ég geri oft að það þið sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðunar. Við dreifum efninu víða, við erum á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum. Bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Svo í útvarpinu á 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpssendingar fyrir utan höfuðborgarsvæðið á spilaran, spilari.is á netinu, svo spilari app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðina og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. En þið hafið raunverulega byggt þetta dreifikerfi upp bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni og samstöðunum sem ykkar líkar og þá leitar fólk þetta uppi og smátt og smátt vita fleiri af þessu og þetta byggist upp. Við erum enga burði til þess að vera að auglýsa eða standi í öðru slíku því að það sem að drífur samstöðun áfram eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að borga áskriftargjöld inn í samstöðuna. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með við þá þjónustu sem við veitum. Ef að þú ert kannski að hugsa að taka þátt í að halda samstöðunni gangandi og að byggja hann upp, þá hvet ég til þess að láta verða að því að skráði sem áskrifanda. Þú fer þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift og það ætti að verða svona auðvelt að skrá sig það fyrir 2000 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þetta fjölmiðill í eigu almennings. En þetta komið nóg í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst aftur á morgun klukkan 8 þegar rauðaborðið byrjar upp á nýtt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.